Þeir hafa það bara og fara til Moon því að þá geta þær allavega... Það er bara maðurinn að Dóru taki fúsa hérna sem var... Æi, Jón, skulum láta hann að Dóru taka fúsa bara í frí. Ok. Hún er alveg ágætt stelpa. Já, fínt, já. Heyrðu, hérna... Nei, sko... Það er einhvern veginn, sko... Var ég að segja að Dóra taki fúsa var... Heyrðu, halló! Ég var ekkert að segja hún var ekki ágætt... Sos! Zip.com Tísum! Zip. Ok, hérna allavega já, ég er alveg viss það sé dálítið mikið af svona köllum svona, einhverjum sjóurum svona, sem að hafa aldrei svona notið kynlífs á þess að borga fyrir það. Er hann ekki einmitt sjóari? Maðurinn hennar? Og hérna hvað er þess að þá hérna og þá bara fara þér til Moon kallsins, bara til að just to get late sko. Já Ég geti vel ímyndað það. En fyrir alla svona, já, ég menn alltaf ef maður er eitthvað fæðingarslys sko og lítur framan Ætla að sé þannig ef þú ert svona, ef þú ert með einhver óguleg líti, eða þú ert vergur eða þetta er bara það er náttúrulega ekki lítið það er náttúrulega bara hérna náðakáa nei, að skilur, ef þú ert með svona valbrá eitthvað og alveg bara eitthvað svona og engin kona lítur við þér Nei, ég meina, það er nú margir hamingjusamlega giftir og sína valbrá veitu, nei, einhver svona algjör svona gæi bara sem fær bara hann bara fær ekki hvern mann nær sér ekki hvern mann hvað sem að reynir, ok Já, það eru nú mennskilur sem eru þeir giftist á konum sem eru líka svoleiðis sé á hnakkanum Já, ok, og alltaf Moon velji þá konur sem eru líka með andlit á hnakkanum handa þeim? Nei, ég held ekki sko en þú veist hugsaði bara kona sem gengur í Moon-söfnuðinn skilur það hlýtur að þetta er náttúrulega 30.000 manns Já, það hlýtur að hópa svona klikkaðar beljur ég held að þetta sé ekki spurning söfnuð sko, þú ætti ekki endilega að ganga svo mikið í söfnuðinn okay. Já, jú, kannski en ég meina, þetta er ekkert smáræðis dæmi, ég var að sjá myndir frá þessu og þetta er eitthvað 300.000 manns sem að fylgjast með þessu skilur og 30.000 hjón eru gefin saman skilur þetta er geðveiki á einhvern íþróttaleikvangi bara þetta er eitthvað meira en bara söfnuður, eitthvað lokaður söfnuður sko Já, þetta er eitthvað klikkun sko og hann er bara talinn sko þriðji messiasinn ég man nú ekki sko, það er þá Jesú Kristur hver var fyrsti þá? Hver er? Búdda er ekki? Já, Búdda, Jesú Kristur og Moon Hvað með Múhameð? Spámaður Spámaður Allah Ég hef heyrt það að einhverjur íslendingar hafi gengið í þetta og gift sig Já, það var viðtal við maður daginn sem að giftist einhverju konu Og er hann ekki ennþá giftur henni? Jú, hún var einhvers starf á Filippseyjum bara og þau þættist ekki neitt, það var bara en daginn ég veit ekki hvernig gengur hjá þeim sko en hérna Ég einu sinni mig þegar ég var lítill ég var svona unglingur og dreymdi mig svona draum að ég var einmitt að fara að gifta mig þetta var nú eiginlega margt sko að ég var að fara að gifta mig sko einhverri sem að já, vantarlega konu sem ég hafði aldrei séð áður sko og þetta var rosalega bunga og konan kom sko og var með slæðu yfir sér sko þannig að ég sá ekki andlitið á henni og draumurinn satt enda á því að ég flett upp slæðinni og gettu hver þar var Ég? Nei, Svenni bróðir og síðan hef ég nú ekki getað lítið hann rétt auga sko Síðan hann bara gekkst þú úr Moon-söfnuðum Já, gekk ég úr Moon-söfnuðum bara fór út sko En ég hitti konuna mín ekkert fyrir ég giftist henni Já, það er mitt En það var alltaf öðruvísi fyrir mér því að það voru foreldrar mína sem kynntu mig fyrir henni Ég talaði við mömmu mína og sagði, mamma, nú er ég orðin tilbúin að giftast Fyndu handa mér konu Hún fór í Kringluna og kom heim með konuna mína og síðan höfum við verið gift En það var verið að sýna Myrkraðhöfðingjann Mér finnst þetta svo frábært Það var verið að sýna Myrkraðhöfðingjann í Þýskalandi þessa frábæra mynd og þýski bíógestir sem blaðamaður náði tala voru almennt hrifnir af myndinni
Einna helst var tíðrætt leik Hilmis Snæs sem flestir töldu bera af leik annarra. Eins talaði fólk mikið hvað íslensk náttúrufegurð væri áhrifamikil í myndinni og einn bíógestur sagði að leikara þyrftu góða leikstjórn til þess að persónusköpun leti ekki minni pokan fyrir slíkri leikmynd og þú sagði ef þú var að gera mynd þú veist, var búin að gera nýja bandaríska mynd og var að koma með hana og menn var svona, ok, menn var að horfa á hana og segja, jæja, hvernig finnst ykkur myndin? Rosalega falleg bandarísk náttúra einni og bara bandarísk náttúra nýtur sín alveg rosalega vel í þessari mynd sem þú ert að gera ok, já, ég menna ok en ég menna, hvernig finnst þið myndin? Myndin, sko það er náttúrulega mjög erfitt hlýtur að vera mjög erfitt að leika í svona mynd því að það er svo mikil náttúrufegurð skilur, þú verður að vera betur með þessi náttúrufegurð